Þá skulum við kíkja á kafla 4 sem fjallar þrýsting. Við erum búin að vinna hingað til með krafta, búin að gera það í þessum áfangum og fyrir áfangum. Kraft bara þannig að þú setur hendina á eitthvað og ýtir á það. En þeir eru sammála því að það mikill munur á því að ýta á hlut með lófanum í einhverju krafti eða þá ég myndi nota hennar penna hérna og ýta með sama krafti. Og því að flatamálið á þessum eina penna náttúrulega mun minna heldur en lófanum mín, þannig að áhrifin eru alltaf önnur. Þá kemur þrýstingur til sögunar. Þannig að ef við skoðum hérna, byrjum bara á jöfnunni fyrir þrýsting, þannig að þetta þrýstingur, P fyrir pressure. Það að það eitthvað kraftur sem verkar hérna og hann verkar á eitthvað flöt. Þannig að þetta kraftur á flatarmálseiningu. Þannig að þetta er þrýstingur. Og einingin af því Pascal, eftir Blaise Pascal. Það stórt P lítið A. Þetta bara kraftur og einingin af því í newtonum. Hérna flatarmál og einingin af því í fermetrum og þetta mikilvægt. Því mörg dæmin þá þið kannski með lengd og breidd í sentimetrum og þá þið að fatta að breyta því strax yfir metra áður þið farið að reikna út flatarmálið. Þannig að tökum aðeins bara einfalt dæmi hérna til þess að byrja að vinna með þessu jöfnu. Þannig að segjum hérna sem svo að tökum hérna fyrir dæmi 1. Þannig að við erum með kassi vegur 80 kíló. Lengdin 40 cm, breiddin 30 cm. Og þá spurt hver þrýstingurinn undir kassanum. Undir þessum kassa. Takk eftir, við erum gefin með massa í kílóum, við erum ekki komin eitt kraft ennþá. Því að það sem að gerast hérna að því eftir að nota þetta ansi oft. Þannig að við erum með eitthvað hlut eins og kassa og það hérna kraftur sem verkar niður. Þetta þyngdarkrafturinn. Og þessi þyngdarkraftur sem við kallum Fg, hann bara m sinnum g. Massi hlutarinn sinnum þyngdarinn jörða sem 9,8. Þannig að þetta krafturinn sem verkar hérna á kassan, það ýta honum niður. Og þá myndast eitthvað þrýstingur hérna milli kassans og gólfsins. Þannig að við getum reiknað hérna út kraftinn. Það 80 sinnum 9,8 og þetta verður 784 newton. Flatarmálið síðan á þessum kassa, það bara lengd sinnum breidd og það gerir sér 0,3 sinnum 0,4. Það sama á 0,12 fermetrar. Ok. Þannig að þá getur beitt þessari jöfnu með þrýstinginn. Það bara F deilt með A. F 784, A 0,12. Og út úr þessu fáist 6500 Pascal. Munið stórt P lítið A. Og þá þessi þrýstingur komin.